Harðardóttir næst. Formaður og ágætur ráðsfulltrúar og allir þeir sem á mig hlýða. Mér langar til þess að renna þess yfir nokkrar greinar, byrja hérna á grein 17. Þetta með drengskaparheitið, mér heyrist nú þeir nefndarmenn sem hafa tekið til máls að þeir séu þeirra skoðunar að þetta drengskapar eigi að fara út, þó að ég sé ekki viðkvæm fyrir því. En það var nefnt hérna líka, Katrín nefndi í upphafsorðunum sínum, þetta með heit, hvort það passaði af því að það hefði kannski trúarlega tengingu. Nú strengir fólk áramóta heit án þess að það sé endilega að hugsa um Guð. Þannig að ég held að þetta sé nú óþarfa viðkvæmni. Þannig að ég hefði nú lagt til að þetta innan hotklófans færi út og hitt stæði bara eftir. Nú í lið 18, okkur hefur borist erindi eins og þið væntanlega vitið, þar sem fólk hefur áhyggjur af flokkaflakki, að menn geti gengið úr þingflokki og setið utan þings og svona þeir sem ég hef hitt á förnum vegi, þeim finnst þetta afleitt en það eru hins vegar tvær hliðar á þessu máli. Önnur hliðin er sú að það er auðvitað bagalegt þegar þingmenn snúa kannski baki við þeim stefnumálum sem kjósendur þeirra studdu og segja skili við sinn flokk, en að sama skapi ef þingmenn eru trúir stefnumálum flokksins en flokkurinn snýr baki við kjósendunum sem studdu þá af því að flokkurinn er til dæmis í ríkisstjórn, það skilja kannski einhverju hvað ég er að fara, ég veit ekki, ég ætla ekki að fara út í einhverjar persónulegar lýsingar, en það eru tvær hliðar á þessu málum og ég held að það sé mjög mikilvægt að þjóðin viti það að við erum að skoða þessi mál frá öllum hliðum vegna þess að þetta hefur vissulega bæði kosti og galla sem ekkert hefur verið komið inn á allavega. Við erum allavega ekki, það er kannski ekki búið að taka formlega afstöðu til þess hvað á að gera gagnvart flokkaflakki. Nú í lið númer 23 þá hafið þið fært valdið frá forseta lýðveldisins og til forseta Alþingis. Það er svona hægt og rólega verið að reyta hlutverkin af forseta Íslands, þannig að ég býð bara spennt eftir því hvað á að gera við forsetan og hvert hlutverk hans eigi að vera, annað en kannski klippa á fána eða hvort hann eigi bara vera yfirleitt. Ég vil bara vekja þessu athygli að já, þetta vekur upp spurningar hvert hlutverk forseta Íslands eigi að vera. Nú í lið 24, ég nefndi á fundi í gær að það væri mjög mikilvægt að tryggja öryggi þingmanna. Þetta með umræðan fari fram í heyranda hljóði, hún gerir það náttúrulega þegar hún fer út á öldum ljósvakans og þegar hún fer út í sjónvarpi, en það þarf kannski að tryggja öryggi þingmanna og ef það veri sett öryggisgler á áhorfendapallana þannig að það væri hvorki hægt að skjóta menn eða henda neinu í þá. Þeir yrðu náttúrulega fjarlægðir væntanlega eftir það, en ég held að bæði þeir sem eru skotnir og hinnir, en hérna, gaman að þessu. Þetta er náttúrulega ekkert gaman mál, en ég held að sko, þó að þetta sé ekki hlutverk stjórnlagaráðs, þá tel ég þetta mjög brýnt eins og heyri, því að ég nefndi þetta hér í gær og ég held að ef svona öryggisgleri yrði komið upp, að þá væri hægt að taka út allt sem er innan hotklofans í 24. grein. Nú 27. greinin, enginn getur setið í embætti forsætisráðherra lengur en 10 ár samtals. Ég var ósammála þessu í gær og ég er ennþá ósammála þessu, ég vil hafa þetta samfleitt og mér finnst jafn alvarlegt til dæmis að utanríkisráðherra geti setið endalaust á valdastóli rétt eins og forsætisráðherra. Hittar hann að mála ef þá að takmarka setutíma utanríkisráðherra eða annarra ráðherra, hvað þá ef það er ráðinn faglegur ráðherra, hvað ef það er ráðinn einhver sem er ekki þingmaður eins og Gylfi Magnússon var og Ragna Árnadóttir, þá er náttúrulega auðvitað ákveðið klúður að menn með ekki sitja lengur samtals en 10 ár og ef þessar reglur giltu okkur hinn þá til dæmis hefði Guðmundur verið löngu hættur hjá rafiðnaðarsambandinu og Þorvaldur hættur í háskólanum og Ómar örugglega hættur hjá RÚV. Ég segi svona, ég er alveg sammála því
að það þurfi að sjálfsögðu að takmarka það hversu lengi menn geta setið á valdastóli vegna þess að hættan auðvitað svo að þetta sé svona ákveðið comfort zone og menn fari bara að hafa það gott. Það þarf einhvern veginn að fyrirbyggja það, en ég hef efasemdir að það sé rétt að hafa þarna takmörkun heildartíma af æviskeiði forsætisráðherra og meira hef ég ekki málið að segja.